Liqui Moly olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Kvöldið yndislega fólk og velkomin aftur í Formúlu 4 deildina. Ég heit Aron Óskarsson og ég ætla að vera með ykkur einn á þessum yndislega 5. degi. Velkomin, við erum komin til hérna Flórida. Miami baby. Gríðarlega krefjandi og nýútbúin kappakstursbraut sem þið þekkir mögulega úr Formúlu 1 og nýbúið að tróða þetta í iRacing leikinn hjá okkur. Tímatakan fer að hefjast og áður en að það gerist ætla ég að fjalla og þakka styrktaraðilum deildarinnar. Máling og vörur þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga og sprautaverkstæði allt land. Einnig hjá þeim að finna hágæða bílabón, hreinsivörur frá vörumerkjum eins og Meguiar's Concept og fleirum, að auki vörulínu Rupes og Big Boy sem eru fyrir vali ótal margra þjónustaðila í bílaþrifa og bílasprautunar bransanum. Svo aðalbón. Hreinlega betri og fremstir í grafínhúðun hér á landi með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölu landsins. Fagleg hröð og framúrskarandi þjónusta. Bíllinn á þetta einfaldlega skilið. VAFSR, Verkfræðistofa Reykjavíkur, eftirlit, burðarþolshönnun, verkefnastjórnun, lagnahönnun. Þetta er aðeins nokkur dæmi þjónustu sem að VAFSR getur veitt ykkur. Stofan hefur komið að hönnun og þróun miðbæjar Selfossar, stúdentagörðum Háskóla Reykjavíkur og ótal fleiri verkefnum í formi verkfræði, burðarþols og lagnahönnunar. Það er stilling. Stilling er þitt eina stopp ef þörf er á einhverju bíla tengdu. Hágæða mótorolía, gírolía og bæti efni frá Liqui Moly, varahlutir frá virtum bílaframleiðendum líkt... Nei. Bílavarahlutir frá virtum framleiðendum. Höfum þetta alveg rétt. Líkt og Valeo og Brembo. Ég er með Brembo í GT-inu til dæmis. Mæl með Brembo og allir mögulegir aukalhlutir í bílinn. Þau gera að finna hjá Stillingu allskins hand, sér, loft og rafmagnsverkfæri. Og öll tæki til þess að gera allt saman eiginlega bara þess að það tengist bílum, greiningartæki, lyftur, dekkjavélar og fleira. Auðvelt er að sjá að Stilling er þitt fullkomna stopp ef þörf er á einhverju í tengslum við bílinn. Stilling,
Ég er mikið í stillingu, ég stætti ekki það. Hann kaupa gríðarlega mikið að dótið þar. Hápunkta myndband, skellum því í gang. Tímatakan er nýbyrjuð. Og hún kostar bara ekkert spennandi inn í byrjun. Það er rétt farið að detta inn tímar hjá keppendum. Meiri þess að bara sýna ykkur það inn í smástund. Sigurgeir Lúðvíksson, fyrstur tilsaki Þorgils. Já, hann var að skella sér í 7. hérna. Við ætlum að sjá hraðasta ring sem settur var í æfingum fyrir þetta mót. Það var hann, Aron Brigi, sem setti hraðasta ringin. Jæja! Býtum við. Ég leit á rangan skjá. Þetta er Aron Valgeirs son, Aron Breki Valgeirsson. Þetta er mjög flókið braut. Ég hef aldrei keyrt þessa braut í tölvuleik eða í alvörunni. Þú veist, látum ekki svona. En ég hef aldrei keyrt þessa braut neins staðar. Ég hef bara séð hana einhverjum highlights myndböndum frá Formule 1 keppnum. En wow, þessi kafli er skuggalegur. Þetta er eins og Long Beach nema bara... Já, nema bara í Miami, sko. Það eru veggir allstaðar hérna. Þetta er mjög áhugavert. Er þessi Facebook notification hjá mér? Þetta tala um þá þegar síminn var að hringja hjá mér áðan. Nei. Nei, þeir voru hjá mér. Hjá mér, sko. Aron ætlar að taka prísull á músamótina eða kemur það með krampan. Herðu, já, ég hefði kannski átt að sulla fyrst niður. Það hefði verið góð hugmynd. Byrja á því að sulla niður. Útsend líka tótt, já, það segi ég. Herðu, það er búið. Alls ekki þangað, við ætlum að vera hér. Velkomin. Herðu, tímatakan er þess að vel að rúlla. Það er ekki allir konum með tíma. Við skulum skella þetta upp tímatöflunni. Sigurgeir Lúðvíksson sem er með fyrsta sætið. Hvað er Gunnar Karl? Hvað ert þú? Hann er bara ennþá inn í pit. Hann þarf ekkert að fara út. Hann er bara rólur. En Gunnar Karl er komin út einhvers staðar. Er hérna að stoppa. Já, það er að því hann var að taka hraðasta ringinn. Skellt sér upp í fyrsta sætið. Virkilega vel gert. Það er svo sem ekki miklu öðru að búast þegar maðurinn er búinn að sigra síðustu 5 keppnir sem haldnar hafi verið í hermikapastri hjá okkur allan, í okkar deildum, sko, í þessari Íslandsmeistaramóti eða Formúlu 4-deildinni. Ég hækka þetta einhvers staðar, svona, hérna, heyrist betur, svona, barbím, barbúm. Sjáum við Gunnar Karl. Það eru nokkri kaflar sem hefur smá run-off svæði, en það er ekki mörg. Mikið af veggjum. Hérna sjáum við Sigurgeir Lúðvíksson að toga í Hákon Jökuls liðsfélaga sinn. Örlítið að gefa hann smá kipp hérna inn beinakaflan. Hún spurði hvort að Hákon Jökuls náði að nýta sér þetta eitthvað á þessum ring. Skellu okkur hérna aðeins inn í bíl hjá honum. Hvað gerist þar? Döp. Hvað gerir Hákon? 3. sæti á Hákon Darra Jökuls. Aron Brigi inni fyrir aftan. Ó, bara bím, bara búm. Skellir sér upp í annað sæti drengurinn. Og hvað gerir Þorgils? Koma svo. Þorgils. Herðu. Er þetta nýtt livery? Nei, þetta er sama livery það var. Já, þetta er sama livery. Mér sýndist ég sjá samt eitthvað annað. Hver er að snattast hér? Aron Brigi Valgeirsson. Í öðru sæti hérna eitthvað stað núna. Það er bara 6 mínútur eftir að tímatökunni. Þetta er aðeins öðruvísi tímataka heldur en hefur verið hérna hjá okkur áður.
löppunum verður bara kippt undan þeim þegar klukkan slær, sko. Þannig að þeir hafa bara nákvæmlega 6 mínútur. Það ekkert eitthvað svona run of tími. Andlegt tog fyrir Þór Halla til að taka þetta tilbaka. Andlegt tog. Það ekki þing. Ég ekki til að sætta mig við það. Hér Alexander Hauksson. Og hér Bjarni. Herðu! Bjarni Sigurðs! Bláa stjarnan. Þetta rosalegt livery. Voru ekki búin að sætta okkur á það síðast að þetta væri stólið. Ekki að það sé eitthvað slæmt, sko. Þetta bara, þú veist, hönnunin. Það hljómaði miklu verið þegar ég sagði þetta heldur en hugsaði þetta. Ég sýndist í sjá hérna á hann. Það too fast for incidents. Jón Bjarki Oddfríðarsson. Hér mættur sem var ekki síðustu keppni. Eitur græn bíll. Minnst hann Lúms töff svona, ég var að veikina það. Hefði alveg mátt vera fleiri áhorfendur, sennilega því þetta Formúla 4. Herru, hvað í gangi hérna, strákar? Já, ég skil, þið voru að hleypa hraðari bíl fram úr. Vel gert, já. Þessi, bara on point. Vigfús Hauksson og skellast upp í 8. sæti. Það klárt og klappað. Herðu, Þórhallur Ingi Jónsson. Búinn að segjast ætla að vera eitraður og hér hann að skella sér upp í annað sæti og hans 4:20 eftir af tímatökunni. Þetta svaðalegur kafli þetta. Eiginlega bara allir kaflarnir í þessari braut eru svaðalegir. Það vel, má skera þarna. Aldeilis. Hér Sigurgeir Lúðvíksson hérna að fara að bæta tíma sinni eitthvað. Hvað að fara að gerast hér? Kemur hann hérna yfir línuna. Poppar hann upp listan. Gerist eitthvað? Ekki neitt. Miður. Opaslega stutt hérna á milli allra, eins og þið sjáuð á tímatöflunni, það 0, eitthvað á milli allra keppenda. Þannig að hvergi meir en sekund á milli, nema þá bara hérna alveg aftast á töflunni. Þannig að þetta verður þétt seti hérna. Já, það ekki Sheikha Buri, það Sheikha Rúpes. Sheikha Rúpes. Ég með þetta á heilanum, alveg bara líkt inn. Herru, skulum við trýtla niður töfluna hérna. Elvar, hver var að skella þér upp listan? Var þetta Jón Bjarki? Nei. Ragnar Þór, varst þú að skella þér upp listan? Sjáuði Hinrik Haraldsson hann í 10. seti. Líka kongur. Hér er Elvar Karlsson allana sem í myndi okkur. Bláa stjarnan. Rúnar Freyr, 16. seti. 19 keppendur hér í keppni nr. 2 hjá okkur. Og það sett svona heat system hjá okkur í dag. Við erum að fara að taka núna einhverja 60 kilometra. 60 kilometra, langar með að vera alveg öruggur á. Vítu, ég fór frá þessu. 60 kilometrar er það sem er að fara að gerast. Við fáum tímatökuna. Sem er að klása þetta smá, svo förum við bara beint í keppni. Já, fáum 5 mínúta pásu. Og förum svo í 60 km kappakstur. Svo tökum við öfuga rásröð. Alexander Hauksson skellir sig upp í 7. Arnar Mára skellir sig upp í 8. Spennandi hlutur að gerast þetta, menn ég er að röfla allt annað. Já, svo þegar við förum í seinni keppnina þá öfugt rásröðum við topp 8. Efstu 8. Nei, efstu 8 í keppni nr. 1. Þeim verður svisað. Þannig að sá sem í 1. seti fyrir 8. seti og svo svona nokkurn veginn koll af kolli, sko. Ef svo má segja, sko. Herðu, Aron Breki í 2. seti, Gunnar Karl í 1. Þórhallur Ingi svo í 3. Og Aron Breki svo eini sem úti núna af þessum 3. Sigurgeir Lúðvíksson bara búinn að parkera bílinn sínum. Nei, þetta ekki hann. Ég var smá ringlaður þegar ég sá bara risa mynda bíl. Ég hugsaði bara, óvilegið bilað. Okkur svona stór mynd allt í hennu. Það var ekki svona stór mynd. Það var pínu lítilega niðri. Þetta rugglaði bara í mér en ekki ykkur, kannski.
Þetta er Hákon Darri Jökulsson, hann er ennþá úti. Hver er að fara yfir línuna hérna núna? Hérna Hinrik Haraldsson, King Hinrik. Þetta er ekki Hinrik, jú, þetta er Hinrik. Það eru myndir af Hinrik. Einhverju kemur hún ekki. Það var mynd á honum síðast og ekki. What's up? Vigfús, hann er mynd. Hinrik er ekki mynd. Mjög áhugavert. Jájá, þetta er bara eins og það er. Dílum við það. Aron Breki, koma svo. Hvað gerir hann? Hann á síðustu sekúndunum, sjáu þið, 5, 4, 3 og hann nær yfir línuna, nær ekki að stinga sér upp í fyrsta eða hvað? Nei! 200 millisekundum frá því eins og staðan er núna. Þá lýkur þessari tímatöku. Við getum fengið svona niðurstöður úr því. Hvað get ég gert? Ha. Ég er búinn að íta á takan. Ég verði að double checka. Já, við erum sett. Það er það sem við erum, kæra fólk. Aron Breki mættur hérna á línuna. Tilbúinn í það. Við farið í... Komast þar allir út aftur. Já, nei. Ok, það er 5 mínútur. Og þá komum við aftur. Nú ætlum við að fá smá auglýsingu. Og já, svo bara komum við aftur eftir smástund. Þetta kemur bara, já, takk Viktor. ég er bara að ná tökum á þessu aðeins öðru sér. Þetta með heat-systeminu. Takk fyrir. Það rugglaði mig smá. Það fór allir á línuna og stíðurstu. Þetta var eina ábyrgðin mín hérna sem að mátti ekki klikka. Það var að breyta grid tímanum í 5 mínútur. Ég er búinn að því. Þannig að ég sé ykkur aftur eftir smástund. Skelli ég þá. Við skulum segja hvað, 3. bestu auglýsinguna. Ég myndi segja 3. bestu. Þú fær Liqui Moly, olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Lóis ætlar að halda bikarmót í hermidrifti í samstarfi við GT Akademíuna. Keppnir eru 4 fyrir árið og bikar eru veitt fyrir top 3 í hverju keppni. Og vinningar andvirði 200.000 fyrir mótið.
Og fyrir þá sem ætlu í keppa, fyrir hægt að fylgjast með keppni á YouTube og Twitch. Það sem að við Míla verðum að lýsa keppninni í beinni. Eða bara kíktu hérna til okkar á staðinn. Sjáumst í GT-afnirinn. Jæja, áfram að gerast. Keppni 1 í kvöld af 2. Miami. Við erum að fara að fá ljós, ég ætla að slökkva á þessu lagi hérna. Þetta er allt að gerast. Við erum að fara á stað. Það er komið grænt og við erum farin á stað í Miami í fyrsta skipti. Komdu með blimbaran. Frábær rænsing Gunnari Karl. Arnar Már hoppar þetta upp listan. Vigfús Hauksson hoppar upp listan. Það er allir að gera einhvers konar kúnstir. Engar stórvæla byttur. Hér gerist eitthvað. Það er eitthvað sem veldur því að það verður hægist virkilega mikið á mönnum þarna. Fáum ykkur betra mynda. Leist þér í tómu rugli núna. Gunnlaugur Ásgrímsson. Það er Hinrik Haraldsson. Minn maður sem fellur niður sæti. Nulla þetta hérna fremst Aron Breki og hælunum á Gunnar Karl. Þetta er eitthvað sem við höfum séð áður til dæmis í síðustu keppni og Aron Breki kominn samhliða eða hvað, nær hann að læsa þess inni. Gunnar Karl grjótharður, hangir þetta á ytri línunni, sleppir ekki tökunum á sínu fyrsta sæti. Alls ekki, og hérna beint fyrir aftan Sigurgeir Lúðvíksson og Þórhallur Ingi Jónsson og þar fyrir aftan er Hákon Jökuls. Það er allt sem getur gerst hér þegar brautin er svona þröng. Það er allt sem getur gerst, kæra fólk, og vonandi verður þessi kappastur ansið þéttur hérna. Þetta er einungis 11 hringir og svo förum við í aðra keppni, þannig að ég lofa ykkur það verður spennandi hlutur að gerast þetta. Hérna er línan aðeins breyst. Þú sjáum Arnar Kristjánsson gera allt sem hann getur. Það stinga sér hér fram úr Vigfús Hauksson. Nær að læsa því sýnist mér, en hérna fremst er líka grimmt spennandi hlutur að gerast. Aron Breki er að reyna að stinga sér fram úr, en Gunnar Karl límdur á sinni línu. Algjör grjótharður, ætlar ekki að sleppa. Alls ekki, hér er ykkur að laumast. Hver er að laumast? Wow, Þórhallur Ingi bremsar allt of seint. Allt of seint. Er á innstu, ég vil bara, ég þarf að fá einhvers konar, geti ítt á bókmark. Er það virkar það? Gerir það eitthvað? Getum við kíkt á þetta eftir? Hvað gerðist? Þórhallur Ingi á eftir að fara, hann er núna í 7. sæti, hann á eftir að vinna sig upp. Ég get nánast lofað eitthvað því að hann verður komin aftur í annað, í svona í topp 5 baráttun eftir smá stund. Það er alltaf þannig með hann. Niður listan trýtlum við. Hver er þetta fyrir aftan? Já, það er minn maður Þórhallur Ingi Jónsson beint fyrir aftan Gunnlaug. Þetta er mínu menn hérna. Heyrðu, þetta er Malbygg. Þetta var bara Malbygg. Þetta er Vigfús. Þarna er þessi tveir. Breytum þessu besti, það er engum að vita það núna. Gapp. Virkilega flottur akstur hérna. Núna er með ykkur. Grjóthart barist hérna í Miami. Ég hef aldrei prófað þessa braut en ég sé það langar leiðar að þetta er ekki auðveld braut. Þá er það fremstu menn. Gunnar Karl Vignisson ennþá að leiða. 2 keppni, 2 hringir búnir. Gunnar Karni Aron Breki hætti að ruglast.
Nenni þið enginn. Herru, Þórhallur, strax komin upp sæti. Báum endursýningu. Lotta múfi hjá honum. Leðum að sjá. Swipe. Tekið það hérna bara. Við erum með í takk. Það var svona eins og Formule 1. Framrakstur. Klassískur Formule 1 kappastur. Framrakstur, ætlaði ég reyndar að segja. Bjarni, Jón, Hinrik, það er fullt af keppendum búin að fara inn í pit. Hvenær hellur þú svo niður Liquid Moly? Ég ætla að reyna að forðast það. Ég ætla að reyna að hella ekki neinu niður. Ekki sulla neitt. Það er inn á með mér í því. Hafðu trú á mér. Jón Bjarki Oddfríðarsson, Bjarni Sigurðsson, þeir eru bara með kjötbolluflaggana. Ég fara að langa að sjá einhverja af þessum endursýningum og hvað gerðist þannig til dæmis í byrjun, en við kannski bara bíðum með það. Wow, Gunnar Karl og Aron Bríkisson. Hvað gerir þið hér? Hvað gerir þið? Hver kemur út úr þessari beygju undan? Gunnar Karl með talsvert hraðar í línu hérna út. Það sést hérna vel, en þannig að, já. Skiptir miklu máli fyrir þessa beygju samt, þó hún sé stutt. Þessi beygja, sko. Og þessi kamera reynda líka. Sjáu þið afturendan á bílunum. Það er bara, hann rennur út. Það er leiðin til þess að keyra hratt í gegnum þessa braut. Það er svona í smá slæti. Pínu litlu slæti. Herðu, hvað gerist þetta? Nei, ekkert. Hann fer bara beint til aftan hann aftur. Hárin á mér byrjuðu svona að rísa. Hættu svo við. Hann gerir það. Hann gerir það. Hér er Aron Breki. Hér er Gunnar Karl. Við komum saman út úr þessari beygju. Grimma baráttan í það. Sigurgeir Lúðvíksson. Beint fyrir aftan. Býð eftir eitthvað. Whip-du-ri-dut. Það var smá snerting þarna. Hvað gerir Aron með þetta? Strákar! Þetta er almennilegt! Mikið er ég ánægður að sjá þennan kappasturinn. Miami er geggjum! Aron Breki límdur fyrir aftan Gunnar Karl. Og þar fyrir aftan er Sigurgeir og Hákon. Þeir eru bara að bíða eftir tækifæri til að gera eitthvað. Og hver er kominn í 5. sætið? Þórhallur Ingi Jónsson. Hendum okkur hérna aðeins inn í bíl hjá honum. Aron er bara eitthvað. Stefán Freyr er með krampa. Hann er allan ekki að keyra. Þannig að ég veit ekki okkur út með krampa. Hvað ertu bara með krampa bara í bremsulöpunni? Hvað er að gerast? Aron Breki! Hvað er hann að gera? Nær hann að læsa þessu inni? Hvernig fer þetta? Gunnar Karl skýtur sér þetta víkt. Hann veit að það er hraðar í lína. Aron Breki, hann er búin að reyna þetta mörgu sinnum. Hann ætlar að reyna þetta eins og enn og ég mæli með hann reyni þetta eins oft og hann getur. Þetta er einhver kapastur fyrir okkur. Aron Breki, sjáu þið hérna. Þeir eru hliðin á okkur öðrum og hérna rétt sleppa þið saman í gegn. Þeir eru að borta svo miklum tíma að vera í þá. Hliðin á okkur öðrum í gegn. Sáu þið rallybílstjórann? Gunnlaug Ásgeirsson á flegi ferði fyrir aftan. Ég verð hás á eftir. Ég lofa ykkur því, kæra fólk. Ég verð hás á eftir. Þeir eru upp með þessa myndavél, hérna, þessa frekar. Þeir eru 3 samhliða hérna núna. Aron Breki, tæknilega séð, er í 1. sæti núna og er með betri línu þetta út úr beygjunni. Hvað nýtur að taka eitt í Gunnar Karl á? Skeiðu, hérna eru þeir að kissast aftur. Strákar! Ég fer á límingunum mér. Ég detti í sundur. Það eru bara 5 hringir liðnir og við getum alveg eins verið á 1. hring. Þeir eru klístraðir ofin einhvern annan. Svona vill ég hafa þetta. Þeir þurfa allir að fá einhvers konar bikar bara fyrir þetta. Sigurgeir Lúðvíksson, Hákon Darri, Þórhallur Ingi komin upp í 5. Sem ég segja, hann verður komin upp í topp 5 áður en ég vitið af. Og hann sneikaði Gunnlaug og hann Alexander hérna. Og nú leitni
Engin Vernharður Rafnarsson í dag. Þannig að Alexander er hérna bara einn. Hér er Vigfús. Hérna er nú, hver var að snúa hana að Rúnar Freyr sem snýr? Þetta gerist það. Gunnar Karl kemur, gerir allu á Aron Breka inn í beginum sem Aron Breki búinn að vera að gera allu og Gunnar Karl stanslaust og þeir eru límdir ofan einhvern annan, fáðum myndaðil sem sér eitthvað, þarna já takk, þeir eru aftur ofan einhver öðrum og Gunnar Karl nær að stinga sér fram úr og telst ég bara samhliða, komin fram úr, hætti þessu, þarna maður, ég þarf aðstoð, ég auglýsa eftir aðstoð, með einhvern hjartastuðtæki. Gunnar Karl og Aron Breki hérna með algjörða veislu fyrir okkur. Hvað gerir Aron Breki hér? Þeir eru ofan í hver öðrum, nudda saman dekkjum og Aron Breki nær fram úr en Gunnar Karl með betri línu út. En Aron Breki núna með betri línu eða yfir körpin, það gerist eitthvað þar bara, þetta er talsvert styttri lína. Og þeir eru algjörlega límdir ykkur annan og hérna galopnar Gunnar línuna og sjáuð þvöguna sem er þetta beint fyrir aftan þessa stráka. Þetta er fyrsta, annað, þriðja og fjórða sæti sem þeir eru að horfa á þetta kæra fólk. Ég sullaði ekki niður, ég lofa þér Póti. Póti eða Póti Sepps eða Póriðsis eða Seppmann. Ég sullaði ekki neitt, ég lofa. Kannski er það málið bara. Ég þarf að passa sig að sulla ekki niður. Kannski kemur þetta bara sullur ekki neitt við. Kannski fyrir þetta eftir hvort að ég sé stressaður fyrir keppni ekki, því ég var mjög stressaður á þann, ég get sagt ykkur það, en ég var ekkert svo sannlega stressaður fyrir síðustu keppni, þannig að það gæti verið það. Hérna er Gunnar Karl, hann er ekki búinn. 6 hringir af 11 eru búnir og Gunnar Karl, hann er ekki búinn. Ó nei. Limdur ofan í hann algjörlega og Vaffesser aðalbúnstrákendir hanga hérna bara í róleitum fyrir aftan og vonaða besta, vonaða að fara allt í vaskin hjá þessum tveimur hérna. Snerting Gunnar Karl komin í vegginn, Gunnar Karl Vignisson smellir í vegginn. Aron Breki nástu hérna líka. Þvílíkt sem þeir dansa þessi drengir. Herðu, við skulum skrolla hérna upp eitthvað bara dusch. Núna það er smá bil á milli. Við eiginlega getum ekki fara að kíkja á endursýningar núna, hvað segir chatið? Þetta er sprengitöflukeppni. Þetta er 100% svoleiðis. Þetta er sprengitöflu og svitalegt reyðir. Það þarf alveg klálega opna einhverja klukka hérna heima með mér sko. Aron Breki fer víkt! Aron Breki fer víkt! Missir aftur þetta út! Og hver er komin í fyrsta? Sigurgeir Lúðvíksson situr í fyrsta sætinu. En hann er með grjótharðan og brjálaðan Aron Breka á hælanum á sér og liðsfélaga sinn Hákon Darra Jökulsson. Og það er fyrir aftan Þórhallur Ingi í 4. sæti. Hann trítlaði sig upp í róleitunum. Þetta er það sem ég sagði það á hann. Það er bara engar ágjörði þegar hann lendir niðarlega. Hann bara kemur eftir smástund. Heyrðu, þá er baráttan hérna milli þessara drengja hér. Hvar er Gunnar Karl núna? Er hann hérna einhvers staðar? Já, hann er hérna í 7. sæti. Örlítið laskar þetta framan. Já, ég myndi að segja svolítið mikið laskara framan reyndar. Svona meðan við. Hann beklaði báð veginn allana. Heyrðu, hér er Aron Breki kominn í 3. sæti á drengin og hérna er hann að reyna eitthvað. Já. Og Þórhallur Ingi beint fyrir aftan. Hann er að bíða eftir að fá gefin sæti. Og hér bara er 3 víkt, byrja að bremsa. Og hver kemur út af þessari beygju? Og Aron Breki slætar hörlítið þarna. Þórhallur Ingi horfir bara á. Og hérna beint fyrir aftan er komin Alexander Hauksson og Gunnlaugur Ásgrímsson. Þegar baráttan er svona hörð á toppnum sko, þá nær restin alveg auðveldlega að fylgja með þó þeir séu ekki alveg hraðir. Þá er bara baráttan svo góð, hún hægir á, gerir öllum kleift að koma. Það er svipað og ég held að þessi hérna gæi ætlar hann að gera.
Hann er ekki búinn. Það reynda bara að fá ringir eftir til þess að vinna sig upp. Hann er í 7. sæti eins og staðan er núna. Æjá, það gæti... Já, við vitum alveg hvað það þýðir þegar kemur öfugur rásröð reyndar. Hann byrjar þá bara í öðru sæti, sko. Vigfús myndi byrja þá í 1. Herðu, Gunnlaugur Ásgrímsson og Alexander Hauksson. Hverju mistu af? Hvað gerði Ali? Gunnlaugur fer hérna... Býtum við, hvað? Gunnlaugur er bara eins og... Ég veit ekki hvað? Eins og raketta! Flegi ferð hérna. Herðu. Það er nú valla hægt að segja að það sé að stekka bílaðu milli manna, sko. Það er valla hægt að tala það. En... Ég finnst þess að ég verði að skrolla þetta niður listarunum og finna út. Það verður þarna pínulítil snerting. Þetta er bara... Já, þetta er fyrir dómarana að finna út úr og skoða eftir keppni. Brotin framvengur á Aron sem þýðir vantilega að minna straight speed, já, eflaust, þannig að hann er að fara að batla svolítið við það núna. Sigurgeir Lúðvíksson er búinn að komast þér upp í 1. sæti og er nokkuð öruggur hérna núna með, ekki það, hann er með Hákon rétt fyrir aftan sig, það er ekki það, en þetta er bara með við síðustu ringi, með við fyrstu 7 ringina, þá er þetta búið að vera nokkuð örugt núna hjá hann síðustu 2. Gunnar verður fljótur tilbaka, segir já, og svo líka bara, hann byrjar náttúrulega í frábæru sæti á eftir, þannig að við þurfum bara að treysta á Vigfús og Vigfús, Alexander, Viktor Smára, Þorgils, við þurfum að treysta á þá til þess að gefa ekkert eftir og eftir. Þegar að Herðu, hérna er Alexander komin aftur fram úr. Þessi 2, við þurfum að fara að fylgjast vel með þessum. Mjög hart barist milli þessara tveggja allan tíman. 9 ringir búnir af 11 ringum, svo eins og ég segi, öfur rásröð, við byrjum aftur. Þessi körn. Gullfallegt. Sjáunarleik. Herðu, ég vil finna þarna er að gerast, þetta er það sem ég hélt. Röst easy strákandir eru konum við nýttli. Bittu nú við. Sigurgeir Lúðvíksson er að missa eða að fá til sín. Já. Það er að bara þetta hér. Hvað sem var að gerast, þá var þetta það sem er að gerast núna. Hver var á eftir Gunnar? Það er Vigfús Hauksson sem var á eftir Gunnari. Yngvi Jón og Arnar Kristjáns. Arnar að reyna að læsa þetta inn í framúraksturinn sinn og Yngvi Jón er ekki að gefa neitt eftir. Þarna þurft hann að slá af. Slepp honum frá sér. Arnar Kristjáns komin hérna upp í 12. sætið. Þetta er 1., 2., 3. og 4. sætið, kæra fólk. 10 ringir búnir af þessari keppni og þetta eru topparnir okkar. Það verður gaman að sjá hvað þetta gerir fyrir stíginn.
Í næstu útsendingu var ég þetta með stíginn fyrir ykkur. Svo að sýna ykkur hvað gerðist í þessari keppni og hvernig bara stíginn reiknuði sig frá þessari keppni yfir í næstu keppni og þetta. Og koma svo Aron Breki ætlar að gera eitthvað hérna, hann ætlar að sýna sig þetta fyrir aftan. Hákon Darri ver vissulega heldur sér á innri línunni. Það er þetta sem Aron Breki getur köttað yfir og verið örlítið hraðari. Aron Breki er ekki með eitt einasta atvikastig þannig að það má alveg augljóslega skera þetta yfir og ekkert mál. Hérna beint fyrir aftan og gerir bullandi kapastu líka. Aron Breki er... Þessi strákar. Þeir eru hérna í dansandi slæti. Þórhallur horfir bara á hérna fyrir aftan og býður eftir einhver mistök gerist. Svo er Gunnlaugur Ásgríms og Alexander Hauksson sem eru búin að vera að berjast og hérna nálgast Gunnar Karl Vignisson eftir áreksturinn að naðan. En eins og ég sé að nálgast óðflöða. Hérna, tveir gæjar, samhliða, algjörlega samhliða. Þeir fyrir ekki, þeir eru þrír. Aron Breki nær að koma út úr þessu betur. Þangað til hér, hérna breytist þetta yfir í Hákon Darra. En Þórhallur Ingi er þetta beint fyrir aftan. Hérna fara þær þrír. Hákon hendir sér hérna út til vinstri og smellir sér aðeins utan í Aron. Bílarnir virðast báðir hafa lifað þetta vel af og við erum á síðasta hringnum hérna. Sko, það er barast með olbónum, kæra fólk. Með olbónum. Sigurgeir Lúðvíksson vel komin í það fremstur núna. Aron Breki í öðru, Hákon Darri í þriðja, Þórhallur Ingi í fjórða sætinu. Býttu nú þetta, það virðist eitthvað að mista af hjá þeim. Já, mista af, þeirra virðist eitthvað örlítið af að mista af honum Aroni hérna. Aron virðist ekki verið með neina skemmtir á þessum væng sínum. Það gera Hákon hérna, sjáu þið kjölsogið, draft. Það er mikið, hann er að stinga sér þetta á innri. Hákon! Hákon hélt hann væri bara alveg jafn mikið og ég hélt. Þá hélt Hákon að það væri alltaf farið til fjandans í smástund. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Ég fíla þetta, svona á þetta að vera. Það er allir að reyna. Heyrðu! Það er sko, ef þeir væri með hnífa þá væri búið að skera á einhver dekk sko. Það er að segja ykkur það. Það er bara, það gæti ekki verið harðari barátta. Sigurgeir Lúðvíksson er hins vegar að fara að taka sigurinn hérna í þessari fyrstu sprintkeppni í Formúlu 1. Aron Breki, býtum við! Fyrir í öðru! Jú, ok, Aron Breki, hann náði að halda í, hann náði að halda í, Hákon tekur þriðja og Þórhallur Ingi í fjórða sætinu, Gunnlaugur Ásgrímsson í fimmta. Misti ég Þórhallur eða? Nei, getur ekki verið, hætti þessu. Alexander Hauksson í sjötta sætinu, þetta var rosaleg keppni maður, svá! Wow. Það var alveg magnað maður. Þetta er niðurstaðan þá. Eftir keppni 1. Næst förum við í 120 km keppni. Bretturinn búinn. Bjarl. Þetta var nú ófamilegt, má ítreka brjóta kjölsog. Sko, nei. Það má gera þetta. Ég taldi ekki nákvæmlega hvernig hann gerði þetta, sko. En það eru tricks. Ég satt ekki það, þetta er tricks. En, nei. Tæknilega séð, það mátti ekki zigzacka, sko. En ef þú kemur út úr beygju, þá er eins og reglur
tengdar því, sko, hvernig þú mátt skipta línu og alls skýst, þannig að kannski ég bara veit ekki, það ekki mitt að dæma eða að gera það í fljótu bragði. Ég myndi þurfa að fara hann og skoða endursýningu og telja bara þegar hann kemur út úr beginni, má hann fara hingað, má hann fara, hvernig gerði hann þetta? Því mér sýndist hann koma út úr beginni og taka innri línuna út úr beginni, svo fer hann út til hægri, sem heitir að fara á rétta línu, á akstuslínu, og svo fer hann inn og innri, svo aftur ytri. Nei, það var já, allan, ég ætla ekki að vera að dæmi því, það ekki mitt að dæmi því. Nú tekur við 5 mínútur, smá pásu, kæra fólk. Og ég ætlum bara að glápa á smá endursýningu held ég á meðan. Það bara máli. Hvar byrja þetta, þessi keppni hérna? Dúm, 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 dúm. Rosalegt lag, sko. Við erum bara hérna yfir á Ingva Jón í byrjun þessari keppni. Fáum hérna endursýningu frá fyrsta Take það fram að við erum að horfa á endursýningu núna. Þessi tímatafla hérna meikar ekkert sens. Bíl hjá Aron Breka, ræsingin hans hérna áðan. Hann og Gunnar Karl verðast bara báðir ná frábæri ræsingu. Hann ná allir nokkuð góður ræsingu fyrir stverðar. Sloppum hérna á myndalatur upp á bílunum aðeins niður listan. Hvað gerðist hér? Það gerðist í rauninni ekki neitt. Það mér skjáttlist ekki. Ég var eitthvað spáðið af hverju að hæðist svona mikið á þessum bílum. Þeir eru rauninni bara 4 sem ætla inn í þessa beygju allir á sama tíma einhvern veginn og átt að sjá því að þú veist einhver að taka screenshot af þessu, þetta of gott. Hrúa bílum hérna. Verður smá fát þarna á einhverjum og þá hægist svolítið á þeim. Það rauninni bara það sem að gerist þarna með þessa. Baráttan var svo grjóthörð hérna. Þetta eru bílarnir sem að mig langar til þess að kíkja á. Rustísi strákandir konum með splungu nýtt livery eða málingu merkingar á bílinn sinn. Mjög gott. Og pása. Stórglæsilegir þessi drengir. Það eru 2 mínútur í keppni. Ég sé ykkur eftir smá stund. Þú fær Liqui Moly olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling.
er komið að því. Keppni númer 2. Það er öfug rásröð frá síðustu niðurstöðum. Þannig að niðurstöðum sem þið sáðu áðan, það er búið að flippa topp 8. Þannig að topp 8 hefur verið snúið við á rásröðinni. Þeim setur Vigfús Hauksson í fyrsta sæti. Gunnar Karl Vignisson sem var skellti sinni í 7. sæti áðan með smá bopp upp á bátnum hana með Aroni Breka. Svo er Alexander Hauksson. Svá! Gunnlaugur Ásgrímsson hér. Þórhallur Ingi Jónsson. Eða pappina Sunnu eins og ég kalla hann oft líka. Og Hákon Darri Jökuls. Við erum fara að ræsa okkur af stað. Ég heyrið bíluna byrja að þenja sig. 22 hringir eða 40 mínútur, kæra fólk. Við erum farin á stað, það er komið grænt í annað skiptið, kæra fólk. Og Gunnar Karl er komin upp í fyrsta. Já, hann var í öðru, alveg rétt, ég rugglaði smá í smá stöðu. Ég var bara, hvað gerðist? Hvernig fór hann á þessu? En já, hann er komin í fyrsta seti að sjálfsögðu. Nú er bara spurning hvort hann á að límast í þar og halda því þannig. Herri, hvað er að gerast hér? Vigfús Hauksson er að berjast við að halda hérna toppmönnum fyrir aftan sig. Alexander náði að sníkla sér fram úr, komin upp í annað sæti. Nei, Vigfús, vertu grimmur, ekki hleypa neinum neitt. Fyrsti ringurinn hjá okkur hérna. Allir bílarnir virðast hafa komist í gegn, nokkuð heilir. Og það er smá árekstrar hérna fyrir aftan. Yngvi Jón búinn að falla skelfilega mikið niður listan. Aðrir bílar virðast hafa komið nokkuð heilir frá þessu öllu saman. Ég dreg þetta aðeins niður hérna, já. Sjáu þess að þvögu bílum hér. Þétt hérna fyrir aftan. Einhver skrýtin linsa á þessari myndavél. Ragnar Þóri hérna ennþá í rauðinni. Hérna öryggisbíllinn. Velkomin. Gunnar Karl. Fremstur núna. Eitthvað sem segir mér að hann eftir að halda sér bara þar. En hérna er Gunnlaugur Ásgrímsson að koma sér upp í annað sætið. Stingur sér fram úr honum Alexander. Býstu eða ekki. Býtu nú við. Alexander er ekki búinn að gefa þetta eftir. Grimm bara þetta hér. Jú. Gunnlaugur hangir beint í honum. Hér sé ég einhvern gulan bíl. Ég sé 2 gula bíla. Þórhallur komin inn í pit. Hvað? Býtu nú við. Halló. Þetta er Alexander út í hotni hérna eitthvað. Chillin. Það er skil. Listin hjá mér, hann er bara að populate á fullu sko. Það hefur aldrei gerst svona mikið í einu á þessum lista. Kjötbolluflagg á Ragnar, kjötbolluflagg, já, það er kjötbolluflagg út um allt. Það er alltaf að fara í kaos þetta. Það er alltaf að fara í kaos þetta. Það er barist um 10. sætið, 11. sætið, 3. sætið. Sjáu þið hérna, Hákon Darri Jökuls er að setja alla pressverði sem til er á Gunnlaug og Gunnlaugur er núna í samloku með 2 Vafsr. Drengjum, tekur virkilega vel á því og hangir hér inn í, hvað er, aðna? Það var ég ringlaður í smá stund. Þetta er alltaf læg. Það er sko, ég er með svona töflu sem segir mér frá atvikum sem gerist í brautinni. Og það er bara stanslaust að drítast þetta inn á þessa töflu sko. Það er bara, ég hef aldrei séð þessa töflu hreyfa svona hratt. Hákon Darri hérna, gerir allu á Gunnlaug. Nær hann að halda sér
Já, mér virðist vera svo, jú, kominn fram úr. En Gunnlaugur alveg gefur ekkert eftir, hendi sér aftan á hann. Við förum og byrjum þriðja ring á þessum drengjum. Það Elvar Þór sem að taka hraðasta ringinn. Elvar Þór í 4. sæti hérna núna. Vigfús Haukur í 3. sætinu. Ánað með þessa 2 grjótharðir. Og Rúnar hérna hrúturinn á leiðinni líka. Býttu nú við. Hvar Gunnar Karl? Hvað gerðist? Hverju misti ég af? Chat! Do something! Það öryggisbíll, viljið það? Er það málið? Ég held að við sendum þetta á keppnistjórn. Ég dælis út. Sjáum hvað þeim finnst. Og mér ætla ég að leita Gunnari Karl. Yngvi, Ragnar og Alexander komnir inn í pit. Yngvi og Ragnar Þór eru á leiðina. Ívar Jón með svart flagg. Hvar Gunnar Karl? Það kom út gult flagg? I see yellow. I see yellow. Við sittum við inn í bílnum hjá honum Gunnari Karl. Nei, honum Hákoni Darra. Svo vanur að segja hans í 1. sæti. Hákoni Darra. Ég að reyna að finna takkana sem ég ætlaði að íta á. Augnablik. Þennan hér. Hvar þetta Gunnar Karls mál hérna? Ég vil bara fá að vita hvað skeiði. Ég misti algjörlega af því þegar Gunnar Karl hrundi niður listan. Ég bara... Sáu þið þetta gerast eða? Það komin út öryggisbíll. Ákveðin þetta fremstur að bíða eftir öryggisbíllinn takk í framúrunum. Hvað, keyrði Gunnar Karl bara út af og hleypti öllu fram úr sér? Hvar þessi... Hvar þetta atvik? Gunnar með meatball pitstrat. Hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Mennur þá að hann sé tilbúin með strategy fyrir meatball. Það eflaust, hann örugglega með strategíur fyrir allt sem getur gerst. Ég hef aldrei séð þennan lista. Ég hef aldrei séð þennan tilkynningalista þetta. Með svona svakalega mikið af tilkynningum. Og end of line penalty. Hvað að tala með Yngvi Jón?
Gunnlaugur Ásgrímsson er með svart flagg. Fyrir hvað fekk hann svart flagg? Ívar Máni fekk svart flagg. Alexander Hauksson end of the line penalty. Ragnar Þór að fá end of the line penalty. Ég ekki að gera neitt af þessu, ég tek það fram. iRacing bara sjáum sitt. Gunnar Karl fór í pit. Er það bara málið? Er ég búinn að vera að leita af incidentinu hans Gunnars Karls allan tíman? Það var aldrei neitt incident. Ég búinn að vera í áðangríns meira með allan tíman sem ég ekki búinn að segja neitt. Það er ég búinn að leita að incidentinu, sko. Jæja, takk fyrir Póti, þú ert bara mjög velkomin hérna, alltaf. Ég væri til í að þú verðir hérna bara og fylgist með og passir upp á og ég sé ekki að skýta á mig. Mér til varnar, sko, þá ég að sinna hlutverkum 2, 3, jafnvel 4 einstaklinga, sko, þannig að það má alveg gefa mér smá break. Ekki er það enga stæla, sko, ekki neitt. Þannig að það Hákon Darri Jökulsson sem hérna fremstur með öryggisbílinn við hliðin á sér. Klárlega. Gunnar Karl fór í pit, sem sagt. Það staðfest. Ég, einmitt, bara ekki hérna fundið. Get ég fengið bara eitthvað Gunnar Karl? Ekki það? Ég er að flottur hjá bílum ykkur. Já, nákvæmlega. Tölum aðeins það. Hvað er Viktor? Hann er geggjaður bíllinn. Ha? Viktor Smári Þórðarsson, Rust Easy liðið. Hvað ertu? Hvað ertu? Hann ertu? Sætletti. Við sendum þess að myndaðilega hans upp í loft. Núna. Þarna. Jó, í strákin. Zigzag hérna vel og vandlega. Heldur dekkinu sjá, hann er með smá eld! Oh my goodness. Eins og 4 ára dóttir mín myndi segja, oh my goodness, pappi. Sjáðu það er eldur. Wow. Wow. Flottasta merkingin hérna í dag er allavega þessi gæi. Það er alveg skotelt. Dóldi skrítið og óþægilegt bara. Ég sé ekki að fá neinar upplýsingar hérna öryggisbíl, blessa. Hvað er langt ég að öryggisbílinn var inn í? Ég er að hringi einhvern. Spurja á því. Við erum þá að fara að hefja keppni aftur. Þetta er eiginlega 3. keppnin okkar hérna. Við erum búin að fá eina sprintkeppni, eina hálf sprintkeppni, myndi ég segja. Og núna erum við að fara að byrja löngukeppnina. Það er að segja, við erum bara að keyra restina af þessum 22 hringi sem við erum eftir að keyra. Já, 22. Nei, 14. 16. 16. Það er Hákon Darri sem er núna í fyrsta sæti. Gunnar Karl, en nú skulum við fara að séu það, sko. Box. Hákon, Vigfús, Elvar, Rúnar og Þorgils sem er í top 5. Þeir eru ekkert búin að fara inn í pit. Já, þess vegna fór Gunnar Karl í pittin. Hann hefur séð alla árekstrana vera að gerast.
Hann hefur séð það bara í atvikaskrá hjá sér, skilu, þessi... Nei, hann sér það ekkert. Eða hvað, sér hann það ekki staðar? Kannski sér hann það ekki staðar. Hann veit það bara, það alltaf verið tjóninu fyrir aftan hann. Hver inn í pit, snemma, og það bara búin með það. Mér allir sem fara inn í pit núna að fara að missa Gunnar frá með sér. En það svo sem hann var í fyrsta, þannig að það ekkert skrítið að hann endi aftur í fyrsta eftir þetta, en áhugavert að sjá hversu mikið fyrir fram, eða mikið fyrir aftan. Kannski hefur þetta bara neikvæð áhrif á hann, hver veit. Ljósin eru allavega komin af öryggisbílnum. Hann hættur að blika ljósunum hérna. Það alltaf sturlast hérna beint fyrir aftan. Þetta Gunnar Karl sem þið sjáu hérna siksakka og hita dekkin. Aron Breki í 7. sæti. Hann búinn með pitstoppið sitt. Þórhallur Ingi búinn með pitstoppið sitt og Gunnar Karl Vignisson búinn með pitstoppið sitt. Þar beintir aftan næsta 3 konga Hinrik Haraldsson, þannig að núna bara mikil von á því að hann Hinrik minn, þessi hérna gæi, Six Uxa, Team Six Uxa maður. Mikla trúið því að hann sé að fara að halda sér hérna í toppsætunum. Hann ætlaði sér að enda í 7. sæti. Ég hef fulla trúið að hann geti það. En hér erum við að fara á stað. Hvað meinar? Komið kjötbolluflagg aftur? Nei, hanskoti. Voruð þið bara... Hvað gerist? Ég ætla að hætta að reyna að skilja þetta. Það voðalega gott ef einhver annar getur bara gert það. Herðu, ég bara, hvar þessir árekstar? Af hverju fóru þeir lengst fyrir aftan? Ég næði þess ekki. Gunnar Karl situr í 5. sætinu, Rúnar Freyr í 4. Hann bara að setja pressuna. Nei, Gunnar Karl bara að setja pressuna á hann. Elvar Karlsson inn í 3. sætinu. Vigfús Haukur í 3. öðru og Hákon Darri í 1. sætinu. Hendum okkur hérna niður listan, sjáum Aron Breka beint fyrir aftan Þórhall Inga. Þetta þessir 3 drengir sem ég býst við að sé að fara að gera allt sem þeir geta til þess að tróða sér fram úr hinum fyrir framann, og við vitum það að allir hinir fyrir framann þurfa að fara í gennum pit. Þannig að, já, þeir þurfa ekki einu svona að tróða sér, þeir þurfa bara að bíða til þeir fara inn í pit. Þannig að meðan getur allt gerst þetta beint fyrir aftan á. Bingu á sig svart flagg á meðan voru í öryggsbílnum, eða hvað gerðist þetta með hina drengina? Hjálp. Gunnar Karl komin upp í 4. sæti, nær að stinga sér fram úr Rúnar Freyr. Nei, og það snúningur! Það snúningur! Elvar Karlsson snýr, missir afturvænginn af bílnum sínum. Arnar Kristján þeyti sér þetta fram úr hennum líka. Elvar með alveg handónundan bílina aftan núna. Það var Vigfús hérna, Gunnar Karl strax konum upp í 3. sæti. Samt sem áður á Vigfús og Hákon Darri báður eftir að fara inn í pit og ná sér í meira bensín. Hendum okkur örlítið inn í bíl hjá Aron Breka, fórum inn í hausinn á hann minn smástund. Jájá, hann skölláttur í sínist mér. Jájá, hann skölláttur drengurinn. Hann ekki, hann 14 ára sko.
Hvernig finnst mér svona? Jæja, Aron Breki hérna í 7. sæti. Þórhallur Ingi Jónsson, svo Rúnar Freyr og Gunnar Karl. Gunnar. Ámennast ég bara að hoppa aftan á hrútinn. Vigfús Haukur með kóng á eftir sér. Hér er Þorgils Árni Hjálmarsson. Team Want to Beat, Bjarti Sigurðsson hérna. Og Too Fast for Incidents, Jón Bjarki. Og liðsfélagans hérna, Ívar Máni Hrannarsson. Yngvi Jón. Ragnar Þór hérna beint fyrir aftan hann með skemmt á framving. Gunnar Karl að setja hraðasta ring strax á eftir honum Hákoni. En, veitu. Veistu ég einhverju? Hákon Darri hérna í 1. sæti en Gunnar Karl er fast á hælunum á honum, ekki langt eftir, það er bara 2,5 sekúndar sem aðskilja þess að tvo. Svo er það Vigfús og Þórhallur Ingi. Þetta er Aron Breki, beint fyrir aftan á Rúnar. Ef að Gunnar Karl hlýtur séða með óverleginu sína og hlýtur hann af að séða bara. Það voru stanslaust einhver árekstar að gera incidents og eitthvað vesen, þannig að hann hlýtur bara að séða. Menn er að fara inn í pit. Þess að fara og ná sér í... Það er bara þetta hér. Þetta er Aron Breki. Að renna sér fram úr Rúnar Freyr. Þetta körp þarna yfir er rosalegt. Hákon inn á beinakaflan. Gunnar hérna rétt fyrir aftan og hvað er að gerast hér? Þórhallur Ingi að koma sér fram úr Vigfús, nær að koma sér þetta fram úr, heldur því. Nú þarf Aron Breki. Vigfús lemur aftur endanum örlítið að utan í. Það er ekkert víst hann að það fengi einhverja skemmtir. Og hérna hendur okkur inn í bíl hjá Aron Breka. Þið þeytast hérna inn. Aron Breki bremsar á sama tíma. Nær þó að halda sér á þessari línu. Vigfús gefur ekkert eftir samt. En þarf að víkja lúffa fyrir honum Aron Breka. Lítið búið að styttast þetta bilið í Gunnar Karl frá Hákoni. Hákon er... Já, hann er að tapa 200 millisekundum á ring cirka bát. Þórhallur að reyna að slíta kjölsóið, hendi sér þetta til vinstri. Aron Breki þekkir þetta tricks vel og hangir vel aftan í honum. Og er núna kominn samhliða. Hvernig endar þetta hérna út? Inn á beinakaflan fara er svo gott sem samhliða.
Ó, það er smávæli snerting þarna. Aron Breki nær að stinga sér þetta fram úr, núna fyrir framann. Þórhallur alveg límdur ofan í Aron. Það ekki sleppa hann frá sér. Vigfús hérna Hauksson að standa sig virkilega vel, hangir þetta beint fyrir aftan hann. Þórhallur fyrir mjög djúpt. Aron Breki ekki og Aron Breki nær að koma sér fram úr. Og bara lá við og Vigfús hefði getað nýtt sér þetta og stungið sér líka fram úr. Ó! Þorgils Driftmaster. Virkilega flott. Flottur akstur. Slæta hérna beint fyrir fram að myndaðalinn okkar. Það er bara mjög gott, mjög gott. Aron tæpur þarna veggurinn, alveg tilbúin til að hitta hann. En ef við kíkja á tímatöfluna og sjáum við það, Gunnar Karl er að nálgast og hvað gerir Þórhallur hér? Hann gerir ekki neitt. Já, hann sýnir sig en það er ekki að læsa neitt að þinni. Gunnar Karlinn í öðru sæti nálgast Hákon en er ekki þótt að nálægt honum hann sé búinn að ná honum. Herru, hérna er Jón Bjarki og Bjarni Jarl. Þetta við. Nei, Bjarni Sigursson fyrir ekki Bjarni Jarl. Ég held að Bjarni er ég að missa af hörku kappastri. Já, það er það sem við erum að gera. Ég er Aron Breki, Þórhallur enn og aftur hjá árásum okkur annan. Það er búið stanslust. Ó, Aron Breki tekur gott slætið yfir. Tekur keilin út. Fallegu slætið hérna. Hann er að keppa í driftmeistaramótinu sem þið kannski hafið séð eitthvað auglýst. Jöp, nú límum við okkur hérna. Orfum vel til hægri á meðan að Þórhallur Ingi nær að koma sér fram úr. Alveg mjög hreint og skýrt. Aron Breki, ég er kominn fram úr. Bjarl, já takk. Það var mjög gott. Við erum á 50 degi næst. Tímalega sé að henda mér miklu betur. Það var ekkert vesen núna. Það var ekkert stórt mál. Það virka allt. Eins og síðast bara. En ég áttur að laga nokkra hluti í óverleginu. Það sé allt í lagi. Ég er Þorgils að koma sér fram úr. Þorgils og Hinrik baráttu. Hinrik, ekki gefa þetta eftir. Þorgils eiturharður hérna. Hinrik slær grimmt af. Áhugavert að vita hversu heitt er hérna. Það er 29 gráðu hiti úti. Brautin
er í 44 gráðum, kæra fólk. Það er ansi heitt, skal ég segja ykkur. Það er mjög heitt. Þetta er Hinrik. Það er spegla sikur meginn á bílniðinu Elvar. Gunnar Karl eitthvað að skjóta hérna á hann Elvar. Hann hefur verið eitthvað fyrir honum, greinilega. Við skulum fara aftur hérna yfir á Hinrik. Var að reyna að tróða sér fram úr Þorgils. Náði því ekki. Náði að veita honum mikla mótspyrnu en ekki nóg þó. Gunnar Karl. Rétt fyrir aftan Hákon Darra Jökuls. Það eru 8 hringir eftir þessari keppni svo það eru allar líkur á því. Hann fara að ná honum ef hann er að halda þessum dampi. Hvað er að gerast? Hver er að hrynja niður listan? Það er Vigfús. Vigfús er komin inn í pit. Þetta er þá fyrsta skipti sem hann fer inn í pit. Hákon er, já, Hákon í fyrsta sæti. Hann á eftir að fara í pit. Hér sjáum við Viktor Smára. Hann var að koma sér fram úr Ívar Mána. Nær hérna að smeygja sér fram úr á sama tíma og Ívar Máni missir bílinn. Viktor Smári nær að snigla sér hérna upp í 15. sæti. Rétt fyrir aftan liðsfélaga sinn Ragnar Þór. Ragnar Þór með örlitla skemmtir þetta framan á vængnum sínum. Hér er Vigfús Haukur. Sigurgeir Lúðvíksson hérna á hælan á sér. Já, Stefán, það verður spennandi að vita hvort að Hákon hafi náð að spara bensín. En hérna er Sigurgeir að stinga sér fram úr. Og nær að halda því. Kyrfilega króminn, já, eða hvað? Vigfús er ekki búinn að sleppa hann frá sér, ennþá. Það er komið nú og hefur hins að tímatir breyst hérna í toppsætunum hjá okkur. Gunnar Karl Vignisson er farin að vera með lyktina af Hákoni allan ringinn. Hann finnur hana, hann finnur dekkjalyktina. Hann er búinn að vera 400 millisekundum hraðari síðustu ringi. Hákon Darri gerði einhver mistök á síðasta ring. Tapaði alveg 700 millisekundum einhverju svoleiðis á þeim ring. Verðist vera að gera eitthvað svipa hér í þessum kafla. Sjáu því Gunnar Karl sker þess að beygja alveg svaðalega mikið. Treystir bara á það að fjörunni muni geta þetta eða hann muni halda því þegar hún gerir það ekki. Og hann er alltaf komin undir 600 millisekundum á eftir honum með Hákoni Darra og það eru ekki margir hringir eftir en þetta dugar fyrir hann. Spurning hvernig hann er að gera restina af þessu máli hérna. Hákon missir afturendan. Gunnar missir afturendan. Nær Hákon að keyra alla þessa keppni á þessu bensíni. Er það staðan? Má það?
Ég veit að þeir mega bara byrja keppnir sko með 20 lítra en það kannski gildir ekki um þessar keppnir þegar það er sprint á undan. Stefán, svaraðu. Þú hlýtur að vita þessar reglur. Alveg á hreinu. Einhver að fletta þessu upp. Þeir fara báðir út af. Gunnar elti Hákon út af í smástund og Hákon bara gefur honum sætið. Þetta var bara algjörlega fríkt. Það er ekkert sem bannar það að spara bensín hérna, þannig að það er mjög áhugavert. 20 lítrar eru varla að fara að duga, er það, fyrir 120 km? Já, 22 ringi, er það? Járas. Já, það er allavega gott fyrir Hákon ef hann myndi ná að halda því þannig. Hann verðist vera að missa Gunnar Karl alveg talsvert frá sér núna á hverjum ring. Skulum við henda okkur inn í bíl hjá Sigurgeir Lúðvíks. Hann er þetta í hörku. Eldingaleik við Arnar Már. Nær að henda sér þarna samhliða, bremsar talsvert seinna, þýtur innri, bremsar allt of seint í raun og veru og gefur Arnar bara plássið aftur. Þorgils skella sér inn í pit. Jón, býtum við, nú Þorgils að falla niður, já, Þorgils að fór inn í pit, já, þess að listin að breytast. Armin, rólur, ertu bara alveg rólegur, sko. Sigurgeir hérna, Lúðvíks, þarna gerðist það. Nær að stinga sér þetta fram úr. Góðin upp í 8. sæti. Hér er Þórhallur Ingi. Við sáum á hann detta hans niður listan. Arnar Kristjáns er ekki alveg búinn að sleppa takinu á Sigurgeir. Sigurgeir er örlítið fyrir framann. Kjölsóið ennþá að gera góð hluti fyrir hann. En Hákon Darri virðist ekki vera að ná að nýta sér Kjölsóið hjá honum Gunnar Karl nógu vel. Eða þá Gunnar Karl er bara algjörlega kominn í gírinn og er núna að stinga af. Gunnar Karl endaði í 7. sæti áðan eftir keppni nummer 1 í dag. Smá óhapp með Arne Braga og núna er hann búinn að vinna sig upp. Hann hélt sér í 1. sæti lengst af. Hendi sér svo inn í pit áðan þegar öryggisbíllinn, rétt áður en öryggisbíllinn kom út. Hérna er Hákon, hann er ekki bara að missa meira en sekundu frá sér, þannig að þetta er ekki búið alveg, já, hann hoppaði endur upp í 1200 bara þegar ég sagði það, en það er ekki meira en það, hann á ennþá sjens í Gunnar. 4 hringir eftir.
Gunnar búinn að vinna síðustu 4 keppnir og Aðalbón hefur unnið síðustu 7 keppnir. Já, fyrir utan náttúrulega þetta sprintri sem var á, þannig að við tökum það með inn í dæmið, þá þetta að fara að vera mögulega fyrsta keppnir sem Gunnar Karl vinnur í langan tíma. Langan tíma sagði ég, það ekki rétt, mjög stuttan tíma sko. Það Jón. Hvað Jón að gera? Jón að skella sér inn í pit. Þetta hérna myndi vera mikill vinur minn Hinrik Haraldsson. Jóið grimmt hérna. Sigurgeir. Okkur fór þetta eitthvað svona fram hjá mér. Sigurgeir hérna gera allt sem hann getur til að koma sér fram og bjarta sigurs. Bláa stjarnan. Aðalbón Vafesser, barátta í gangi. Aron Breki var að skella sér upp í 3. Hákon farin inn í pit. Held ég, það hlýtur að vera, já, Hákon voru inn í pit. Hinrik situr hér í 5. sæti og hérna gefur Sigurgeir út úr þessari beygju, hvað sem hún númer. Og hann komin upp í 7. sæti, Bjarti Sigurðsson í 7. sætinu, Arnar Kristjánsson í 8. og Vigfús Haukur Hauksson hérna rétt fyrir aftan. Hinrik Haraldsson í 5. sætinu. Líkur kongur. Og keyra virkilega örugt allan tíman. En reyndar síðasti ringurinn hans var 2:10 sko, en ég veit ekki alveg hvernig hann gerði þetta. Hérna brjálu barátta Gunnlaugur og Þorgils. Bjarti bankar í vegginn. Arnar stingur sér út, gerir sér vel sýnilegan. Nær hann að koma sér samhliða, já, hann kominn svo gott sem fram úr. Og nær að fara hérna undan inn í beygjuna. Hér Þorgils og Gunnlaugur. Gunnlaugur nær að stinga sér fram úr. Vigfús Haukur klístra sig ofan í Bjarna. Nær hérna að búa til raða, kemur sér samhliða. Nær hann að halda þessu, nær hann að læsa þessu, hann með betri línu inn í beygjuna. Þess að við sáum ofta á hann, þá var ytri línan hröð ef að menn bara náða að stick to it. En svo ekki, Vigfús Haukur komið fram úr. Og hérna sjáum við Hinrik Haraldsson komin í diffuserinn á Sigurgeir Lúðvíks. Allir keppendur eru búin að fara einu sinni inn á öryggisveg. Hinrik missir hann! Hinrik missir hann og í 5. sætinu missir bílinn og fallinn niður í 9. sæti, 10. sætið á Hinrik. Minn allra besta. Ég trúi þess ekki. Sjáu það, hann að hrista hausinn aftur. Hann brjálaður. Hann brjálaður. Nei, Hinrik, alveg rólegur. Bara rólur, anda. Andaðu lengi fleiri mistök, kútur minn. Þetta. Herru, hvar Aron Breki? Ég var að treysta á það Aron Breki. Þetta hann, rétt fyrir aftan Þórhall Inga. Það nú samt svolítið bil, það 1 rúmlega sekúnda þarna á milli. Ekkert stórar líkur á því að hann geti lokað þessu bili núna á næstu 2 ringjum. En allt getur gerst. Svo við sjáum þegar Hinrik Haraldsson minn hérna sneri bílnum hérna rétt á hann. Allt getur gerst. Þetta ekki búið fyrir þetta akkurat búið.
Inn á næst síðasta ringin förum við. Hér Vigfús. Sókn á Arnar. Það ekki að gera neitt við þessa sókn. Sjáum við þetta Aron Brega, hann búinn að minnka bilið, kominn niður í 900 millisekundur. Baráttan hérna annað sætið á svo gott sem síðasta ring. Næst síðasta ring. Það hefði verið rosalegt að sjá Hákon taka ekkert pitstop og sleppa því bara. Það hefði verið rosalegt að fá að sjá það. Hérna Aron Breki hins vegar búinn að minnka bilið talsvert. Og hann komin í árásarfæri á Þórhall Inga. Bara spurning hvernig hann nær að tækla þessa síðustu beigur á þessum ring. Koma sér inn á beinakaflan og ná, þetta hefði nú getað endað bara þarna hjá honum. Algjörlega skellum okkur inn í bíl hjá honum. Vigfús Hauks með hérna að gera sér líklegan til þess að stinga sér fram úr Arnar. Arnar Már hins vegar grjótharður, heldur sinni línu. Þeir fara samhliða hérna í gegn. Arnar þarf að stinga sér fyrir aftan og Vigfús Haukur kominn fram úr. Síðasti ringurinn hefst. Gunnar Karl í fyrsta sæti, Þórhall Ingi hér í öðru og við erum að horfa á þá tvo og Aron Brega. Nei, við erum ekki að horfa á þá tvo Aron Brega, við erum að horfa á Þórhall Inga og Aron Brega. Síðasti ringurinn. Arnar Már hérna í allegu líka, skulum kíkja á það. Hann varst búinn að bomba aftan á hann hérna. Það er haldið sér í lagi og hvað gerir Aron? Sækja! Aron Breki hérna, kominn í árásarstíl, stingur sér á ytri. Hangir hann að halda þessu. Já, eða hvað hann að búa til ágætis pláss. Með verri línuna fyrir hér í gegn. Nær að hanga þarna. Þeir eru samhlið í gegnum hennan kapla algjörlega og þetta hættulegur kapli til að vera tveir í gegn. En Aron Breki Valgeirsson nær að stinga sér fram úr á allra síðasta hringnum. Þórhallur Ingi ekki búinn. Hann ekki búinn og hann beint fyrir aftan Aron Breka. Við förum inn á enn annan beinan kapla og hér eru þeir að berjast annað sætið á síðasta hringnum. Límdir ofan einhvern annan upp. Þeir eru bara ofan einhvern öðrum. Aron bara að stinga dekkjana á milli dekkjana hjá Þórhalli. Þeir eru bara saman hérna inn í þessa beygju. Jesus. Aron Breki nær að koma út á undan. Örlítið. Þórhall með hraðari línu hérna og hvernig endar þetta? Þórhall rétt á undan. Rétt slefar yfir línuna á undan Aroni Breka. Þvílíkur akstur hjá þessum snillingum. 0,020 sem aðskilja þessa tvo. Virkilega flottur akstur. Og Hákon Darri Jökulsson tekur 4. sætið. Rétt að á eftir. Þetta gríðarlega baráttu. Vigfús Hauksson í 7. sæti. Við glemtum Sigurgeir. Hvað Sigurgeir? Þetta Sigurgeir Lúðvíksson hérna í 5. sæti. Vigfús Hauksson, hér Arnar Kristjánsson. Gunnlaugur. Hann búinn, já það allir búinir.
keppnin. Því líka keppnin. Ha? Það er Gunnar Karl Vignisson enn og aftur sem sigrar hjá okkur í Formúlu 4-deildinni. Til hamingju með það, drengur. Þórhallur Ingi og Aron Breki sem sýndi okkur einna gríðarlega skemmtilegan kappistur rétt í lokin. Hákon Darri Jökulsson tekur 4. sætið. Hann leiddi þessa keppni í 13 hringi eins og við sjáum hérna. Það duði ekki til. Það er Gunnar Karl sem hirti dánum blálokinn. Sigurgeir Lúðvíksson í 5. sætið þar sem að Hinrik minn Haraldsson var áðan. Snýri bílnum á, þriðja síðasta hring. Misti sig niður í 9. sætið. Fjallar enda niður í 10. sætið. Náði að vinna sig greinilega upp aftur. Í 1. sæti. Jæja, þá er allavega þessari keppni hjá okkur lokið og við sjáumst aftur eftir 2 vikur. Það er vikur, 2 vikur, vika. Ekki vika, það er eitthvað skuggalega stutt í þetta allavega. Ég ætla að vera búinn að finna dagatalið. Jæja, ég veit hvað ég finna. Ég fer bara á hérna að finna E-Racing iRacing. Næsta keppni, kæra fólk, er í júní, 4. júní. Nú er næsta keppni. Núna helgina er líka driftkeppni hjá GT Akademíunni og Lowis. Lowis eru hérna bílaklúbbur og ætti að segja. Þetta er eiginlega bara vinir sem eru í litlum bílaklúbb. Það er ekki eins og maður getur gengið í hérna bílaklúbb, hvernig sem er. Þetta eru vinir sem að sjá eru með podcast á YouTube, Lowis. Og svo er það einnig að gera alls skemmtileg vídeo af viðburðum sem gerast í Íslandi. Það er kvartmíla líka að gerast núna helgina. Einhvers svona spynnumót, þannig að endilega finnið þið Lowis á Facebook, finnið þið Lowis á YouTube og þar verður bein útsending frá þessari driftkeppni sem er núna 30. maí. Svo er ýmislegt að fara að gerast. Á morgun er tímaat kvartmíluklúbbsins. Þannig að ef ykkur langar að kíkja upp á braut og sjá tímaat, þá er ykkur velkomin að gera það. Það kostar ekkert að skoða, kostar ekkert að horfa. En það er einhver kostnaður við það að koma og keyra, getur kynnt ykkur það betur eða þið farið bara inn á kvartmila.is. Þökkum styrktaraðilunum okkar sérstaklega mikið. Þeir eru öll frábær, takk fyrir að gera okkur kleift að gera þetta allt saman. Og þeir sem eru að horfa, bara takk fyrir. Takk fyrir öll sem vil. Bjarni, Stefán, Pótiseps og fullt af liði. Þetta er bara svona nöfnin sem ég sé hérna í listanum í fljótu bræði. Takk fyrir. Viktor Nóberinn alltaf, king hana. Alltaf, takk fyrir, ég sé ykkur aftur 4. júní. Beina útsendingu frá þessu. Svo verði ég í chatinu líka hjá Lowis Media. Alveg pottitt. Hafið það stórfenglegt, ég sé ykkur næst. Góða nótt.